Valgerður Guðmundsdóttir, menningar fulltrúi Reykjanesbæjar. Það voru að segja list og menning blómstri á ljósanótt nú sem fyrr. Já, það ekki hægt að segja annað og ég held að það sé alveg á hreinu að ljósanótt í svona flóru bæjarhátíða algjörlega einstök fyrir þessa áherslu sem á menningu og listum. Og bara hér í Dúshúsunum til dæmis erum við að opna 5 nýjar sýningar og fyrir utan alla sýningarnar sem að opna út allan bæ. Ég ekki einu sinni búin að telja það saman en það örugglega í kringum 100 listamenn sem að sýna sitt fínasta núna þessa helgi. Og ef við til dæmis tökum bara sýningarnar hérna í Dúshúsunum þá náttúrulega aðalsýningin Andlit bæjarins, ljósmyndarsýningin í samvinnu við Ljósop. Síðan erum við stödd hér inn í sýningu í þennan sýningarsal köllum við Stofuna og hér finnski listamaðurinn Eija Pirttilahti og henni kynntust við í gegnum Sandgerðingana, þau hafa verið í norrænu samstarfi. Hér erum við með þæfðu veggteppi. Þriðja myndlistarsýningin sem við opnum ljósmyndarsýning í aðeins minna mæli heldur en hjá Ljósopi og þar á ferðinni Vigdís Viggósdóttir, Grindvíkingur. Hún segir þar litlar örsögur og sú sýning í Anddyri Dúshúsa. Við opnum hérna einnig alveg gasalega kjólasýningu. Það ungur hönnuður héðan úr bæ, Arna Atladóttir, sem að vinna sérstaklega með hár og perlur, að velta fyrir sér þeirri skrýtnu staðreynd að konur falla, þær leggja mikið upp úr því að vera með fallegt og mikið hár en bara á höfðinu. Hvergi annars það má vera hár. Þannig að kjólarnir hennar pæling út frá hári kvenna og hárleysi. Sjötta sýningin sem við opnum það Byggðasafnið og kirkjan í tilefni 100 ára afmæli kirkjunnar. Ekkert mál að fá listamenn til þess að vera með á ljósanótt? Þetta, getur við sagt, atvinnulistamenn eða þetta áhugamenn eða allt í bland? Þetta allt í bland og það það sem gerir einmitt ljósahátíðina svo ofsalega skemmtilega. Það þessi blöndun atvinnufólksins og áhugafólksins og út úr þessu kemur einhver svona grasserandi sköpun og það kveikir hvert í öðru og það hefur aldrei verið nein vandræði með að fá fólk til þess að sýna. Það hefur verið frekar þannig að það hafa kannski ekki alltaf allir komið stað og við vorum til dæmis bara núna búin að ræða myndlistarsýningarnar hér á þessu svæði, á þessum punkti en hér til dæmis tónleikar líka, allan laugardaginn koma kórarnir og söngfólkið okkar héðan úr bænum og heldur tónleika á hálftíma fresti. Við erum náttúrulega með þessa stórtónleika á laugardagskvöldinu á útisviðinu og þar hefur Geimsteinn haldið utan það verkefni með okkur og toppurinn þar náttúrulega flotta sjóið Dans Rúna Júl sem sáu nú, það komist ekki allir að sem vildu þá þegar þetta var sýnt í Stapa. Afmælistónleikar Rúna Júl 70. Og á föstudagskvöldinu erum við með bryggjusöng og þar mun bæjarstjórnarbandið koma aftur fram. Það eru nokkrir nýir en bandið til staðar. Comeback. Og okkar fólk þar í fyrirrúmi bæði á föstudags- og laugardagskvöldinu. Og það sem kannski einstaklega skemmtilegt við ljósanótt núna að fólkið í bænum hefur komið svo sterkt fram. Við vissum öll þegar við lögðum af stað í undirbúningnum að við yrðum kannski með aðeins minna fjármagn heldur en áður. En það eins og íbúarnir hafi bara tekið betur við sér og við erum með alveg rosalega skemmtilega sjálfsprottna viðburði sem íbúarnir að halda utan eins og heimatónleikarnir í gamla bænum á föstudagskvöldinu. Menningarhátíðin út í Höfnum á sunnudeginum, þar sem okkur boðið bæði á myndlistarsýningar og tónleika. Svo náttúrulega stórsýningin hjá undir heitinu með blík í auga og lög unga fólksins heitir hún. Ég segi það og þar þjóðstörtum við á miðvikudeginum og
síðan eru líka 2 sýningar á sunnudeginum. Þannig að þetta er áfram mjög svona breið fjölskyldu og menningarhátíð Reykjanesbæjar? Já. Ég kannski sem menningarfulltrúi uppteknari af menningar- og listviðburðunum, en það allt annað í boði líka. Það eru leiktæki og íþróttaleikir og ekki marathon, heldur hlaup og allskyns viðburðir alla helgina. Og fólk enn að setja inn viðburði, þannig að ég hvet bara íbúa til að vera duglegir að fara inn á vefinn ljósanótt.is, því þar koma nýjir viðburðir inn á hverjum degi. Og eru þið tilbúin að taka á móti tugum þúsunda manna eins og undanfarin ár? Já, allt klárt. Öryggisnefndin klár, lögreglan, björgunarsveitin, Karfan sem sér sölutjöldin fyrir okkur, allir klárir, bara verið velkomin.